Góða kvöldið, komið sæl og blessuð öll sömul. Gaman að sjá ykkur hér í vorhretinu, eða vorrigningunni, það er hlýtt að við erum að losna við snjóinn. Við erum komið hér saman í þennan gagnmerka og frábæra sal NASA, gamla sjálfstæðishúsið. Heyrði hér á tali nokkura gamla flugstjóra að þeir voru að reyna að rifja upp sögur úr þessum sal en gekk illa. Já, fullir að þeir hafi ekki komið í þetta hús en það er rangt. Edrú, já. Og það er reyndar ekki breyting á því núna heldur. En við erum hér að komið saman í merkilegum tilgangi, meðal annars til þess að fagna því að núna í þessum mánuði er ár liðið frá því að við hleyptum bókaklúbbi Spursmála af Stokkhólmi. Og ég verð að viðurkenna að það voru margir sem ranghvolfdu augunum, báðum augunum, þegar að þessi hugmynd bar fyrst á góma og töldu að 21. öldin og jafnvel þegar væri komið inn á fyrsti fjórðungur hennar væri liðin að þá væri ekki áhugi á bókaklúbbi. En það hefur gengið vonum framar og mér tel svo til að í tengslu við klúbbin hafi núna 4.000 bækur selst út frá ábendingu og umfjöllun klúbbsins sem er vel. Og starfið nemur staðar, við ætlum að halda áfram að ýta við bóklestri og vekja athygli á bókum sem skipta máli og munar og við gerum það með mismunandi hætti. Stundum erum við með viðburð þessu tagi, stundum erum við að birta hlaðvarpsviðtöl, greinar í Morgunblaðinu og á vefnum og við reynum auðvitað að standa okkur vel í því en oft má gera betur eða meira heldur en við gerum og við tökum þeirri áskorun úr mörgum áttum, meðal annars hér í kvöld. En við höfum líka leyft okkur að taka fyrir bækur, hvetja fólk til lesturs og eiga svo samtal, svona ákveðið eða fókuserað á bækurnar sem slíkar. Nefni til þess 1984 eftir Orwell sem er nú orðin 7 áratuga gömul, en það spjall endaði nánast með málaferlum í Bandaríkjunum. Það var Kára Stefánsson að kenna en ekki mér. Þannig að það er ýmislegt sem gengur á í þessu klúbbi og hann er alls ekki dauður úr öllum öðrum nær. Nú, síðustu 2 mánuði höfum við verið að fjalla bækur sem hvora sinn hátt fjallar Grænland og það er verkefni kvöldsins, við ætlum að tala einmitt það. Við ætlum að fá að rifja hér rétt í upphafi með ykkur vegna þess að hér eru systur mínar nokkrar í salnum að ég á æskuminningu vestan á Látrabjargi, þá er ég sennilega 5 ára gamall og við stöndum á Látrabjargi við pabbi og hann svona beygir sig niður til mín og segir: Stefán, sjáðu, þarna sérðu Grænland. Og ég er ekki viss að skilyrðin þennan dag hafi verið með í móti að það hefði verið hægt að sjá þessa miklu eyju. Allavega var þetta svona einkennilegt í mínum huga, það var ekkert grænt að sjá og ekki sem virtist vera eyja, en við bestu skilyrði getum við séð Grænland frá Látrabjargi. Og það segir okkur ýmislegt það hversu nærri þessi stærsta eyja veraldar er. Það er að segja okkur, við ímyndum okkur alltaf að Ísland sé norður í Ballarhafi og eigi sér enga nágranna, en við eigum 2 nágranna sem að við getum beinlínis vinkað. Og það er merkilegt og ég hef fengið hingað til mín 3 menn sem ég þekki vel og ég veit að þeir vita miklu meira Grænland en ég og þeir geta bætt við þekkingu okkar sem höfum lesið þessar bækur, annars vegar Grænland og fólki sem hvarf, sem er mjög áhugaverð ferðasaga og sjálfskoðun og vangaveltur Vals Gunnarssonar afdrif Hvítamannsins. Nú skulum við slökkva á símónum. Það er mjög einfalt mál. Hvítamannsins á Grænlandi á miðöldum. Hins vegar ótrúlega merkileg bók Sumarlegar Ísleifssonar, þar sem að fjallar það hvernig heimurinn leit Ísland og Grænland ekki síst fyrr á öldum, því að þetta voru þetta mjög mystískir og fjarlægir staðir og kannski að einhverju leyti enn. En nú ætlum við að beina sjónum að Grænlandi með þessum frábæri gestum og ég býð sérstaklega velkomna Ragnar Axelsson, ljósmyndara Rax og fyrrum samstarfsmann minn á Morgunblaðinu, frábæran samstarfsmann, Eld Ólafsson, gullgrafara
og Heiðar Guðjónsson, stjórnarformann Íslandsbanka og fjárfesti. Ég ætla að byrja því að beina spurningu til þín, Heiðar, vegna þess að árið 2013 þá las ég bókina þína Norðurslóðasókn og fannst hún ótrúlega merkileg og mér finnst hún eitthvað eldast vel, sem á ekki við allar bækur, en þér tókst það í þessu. Hvað, ef þú ættir að lýsa Grænlandi í örfáum orðum, hvernig myndirðu gera það? Já, takk fyrir. Ég var hugfangin af Grænlandi af því að ég byrjaði að fara þangað til þess að skíða, fjöll sem enginn hefði skíðað. Þetta nánast eins og ókanna land og norðausturhlutin 9 sinnum stærri en Ísland, 900.000 ferkílómetrar og þjóðgarður og þangað koma færri en 100 manns árlega og þegar maður sér svona ævintýra land bara opnast að þá leiddi eitt á öðru. Við fórum að fara í svona meira krefjandi ferðir en eins og ég segi aftur, þetta eins og þetta sé allt ókannað. Við vorum fyrstir til að skíða hæsta fjall norðurheimskautsins, Gunnbjörn, árið 2006. Svo fór ég með Ragnari vinni mínum og þá fórum við í siglingu þarna inn Scoresby sundið, Scoresby fjörðin, bara rétt suður á það sem ég var að skíða. Það voru engin landakort, við vorum með gerfinetta myndir, þú rekst ekki á einn. Það vildi svo heppilega til að við fundum hérna þorp sem hafði lagst í eyði fyrir 500-600 árum síðan og það voru ýmsar svona sögur þetta þorp. En að því að Inúítar átti ekki ritmál, þá var þetta allt í munnlegri geymd og fólk vildi ekki trúa þessu, en við fórum nokkrir þarna á stað til þess einmitt að reyna að finna þetta þorp og við vorum með mjög mikla vísindamenn með okkur. En það var nú bara Diddi Frissa, skipstjóri úr Keflavík, sem rak augun í þorpið. Það hlaut að vera. Já, það var ótrúlegt. Hann bara leit upp í hlíðina og sagði, þarna hefði ég viljað búa, við skulum fara í land þarna. Og enginn vissi út af hverju og þetta var rennandi vatn og fullt af sauðnutum og snæhjörum og hann sagði, já, bara hérna hefði ég einmitt reist mér hús. Og við fórum að skoða þessu hóla sem voru þarna og þá voru þetta bara leifara byggð. En þannig svolítið Grænland, þetta alveg gríðarlega spennandi land og að mestu ókannað. Og svo náttúrulega var ég í olíuleit á sínu tíma og það eru mikla framkvæmdir að fara af stað núna í sumar, rétt sjá það sem ég var að skíða í Jamesonlandi og menn eiga von á því að það sé alltaf 13 milljarðar tunna þar og það ekki út í sjó, það upp á landi og það fjármagn frá Texas sem kemur frá Bandaríkjunum sem að borga fyrir þetta. Og þarna bara ævintýraleg tækifæri. Þá beini ég eiginlega svipari spurningu til þín, Ragnar. Hvenær, já, hann þarf mikrofón líka. Segðu okkur aðeins frá því hvenær þú kemur fyrst til Grænlands og segðu okkur kannski líka hvað þetta orðnar margar ferðir? Hvað þetta orðnar margar filmur? Já, við hættir að nota filmur, en ég farið svona ég sé búin að fara svona 80 sinnum. Fórum 4-5 ferðir í fyrra og nýkomnir að gera þessa bók sem við erum að gera, en fyrsta skipti sem ég fór þarna, þá mér leist ekkert á þetta. Það kemur kannski klipsinu á eftir sem við sýnum. Þegar ég var að læra að fljúga og var ekki hægt að fá vinnu, þeir fengu allir vinnu hérna, strákarnir hérna. Þannig að ég var ljósmyndari, en ég fekk dellu samt fyrir Grænlandi og eiginlega fyrsta síðan ég fer til Thule, þá sár maður hvað þetta miklu töffarar og síðan ég búin að fara fullt af svona ævintýraferðum og einn af þeim betri ferðum sem við fórum var með þegar við Heiðar fórum. Þetta frábært skjaldbandalag, en hérna... Ég meina, það verður að segja það, morgunleikum var að hífa akkeriskeðuna og svo var hent sér í sjóinn. Eina sem við eldurum að velta fyrir okkur var ekki búið þessa ferð, en hérna, hvernig horfir Grænland við þér? Hvað kemur upp í hugan þegar þú hugsaðar Grænland? Hvernig myndur þú lýsa Grænlandi fyrir fólki hér ef þú hefðir til þess 1 mínútu? Þetta svona eins og segulstál, þegar þú búin að koma þarna og það alveg sama í hvað þú kemur, hvað kulda þú kemur í og lofar sjálfur að koma jafnvel aldrei aftur, það svo kalt þegar ég farið þarna, en þetta togar alltaf í mann aftur og aftur og þetta eins og að fara á aðra plánetu. Það einhvern veginn bara þannig. Þú horfir á fjöllin, fallegustu fjöll í heiminum og norðurljósin og stjörnurnar á heiminum og maður bara, þetta ólýsanlegt. Það ekkert sem slærir þetta út.
Það var ógleymanlegt þegar þú komst einhverju sinni úr einum leiðangrinum og hittust á kaffistofun og þú var vísingurinn og þú var svartur. Hann var alveg við það detta af. Þú fékk svo mikið kal við að mynda. Ég veldi sér allir ónýndir, það var stöðumalböttin, en ég er búinn að frjósa nokksin. Já, þetta verður rosalega kalt. Það pínu sjokk, það var veiðmaður í gær sem að frá Skorpsundi, hann kom, fekk nákvæmlega sama, það var að taka ára 2 putta, þannig að ég var að passa mig. Já, hvernig myndir þú taka myndirnar ef þú hefðir ekki puttana? Já, ég veit ekki, ég var að finna það út. Eldur, ég ferðast með þér Grænland og þú ert með gullnámu, eins og ótrúlegt að það er, á síðsta hluta Grænlands. Og líkt og Heiðar nefnir, við vorum með gæt í einn af þessum siglingum og við sáum þetta mikinn og fallegan dal og ég spurði hann eins og astni hvernig væri að svona komast í útivist þarna og hann horfði á mig og sagði, já ég held bara að þarna hafi maður aldrei gengið sko. Og þetta var bara, þarna voru fjörður eftir fjörð eftir fjörð og dalir og annað. Hvernig horfir þetta við þér sem er starfandi þarna og ert með starfsemi þarna dag og nætur? Já, þetta er sko sem jarðfræðingur sem jarðfræðingur þá er þetta einn mestu forréttindi sem þú getur fengið. Við erum líka með það mikla starfsemi og mikinn aðgang að öllu sem nánast enginn hefur gegnum þyrlur eða báta eða bara starfsemi almennt. Þannig að við getum skoðað allt landið, allt frá gervihnata myndum og svo eru við komin á staðinn og eins og þið bjóðið nefnið þetta með svona aðdráttarafl sem bara fyrirfinnst hvergi annars staðar og mér finnst eiginlega best að lýsa þessu er að þegar maður er þarna þá hægist á tímanum en þú leggst á koddann þá hefur yfir daginn gert alveg ótrúlega mikið af hlutum og upplifað mikið þannig að það er hann er á sama tíma hægur tíminn en rosalega mikil upplifun og það kemur svona einhver verðið mann, ég kann ekki útskýra þetta sem er algjörlega mögnuð. Þú hefur komið að jarðvarmaverkefnum í Suður-Ameríku og Afríku og í Kína víða, ótrúlega verkefnum. Er meira aðdráttarafl í Grænlandi heldur en þessum ótrúlegu og fjarlægu stöðum? Já, það er held ég, sko fyrir, þú veist, hinni staðirnir eru þannig, jú, það eru vissulega upp í Andesfjöllunum annars staðar þar sem vorum vissulega svona, hvað að segja, afskekt svæði en þarna einhvern veginn af því að það er ekki það er rosalega lítil gróður og lítið sem hindra sýnina á hvernig þetta allt er og þetta er allt svo hrátt að það myndar einhvern veginn öðruvísi stemmingu, ég kann líka útskýra þetta betur. Nú að vinna þarna er þá öðruvísi að því að þetta snýst allt logistík og logistík á fólki, logistík á öllu og þú þarft að bara vera sjálfur nægur allt og ég get alveg viðurkennt það núna því að við erum svona komin á þann stað að vera mjög stoltir af okkar framleiðslu og það gengur vel að ég held ég get alveg sagt það hérna því að ég veit það fyrir ekki lengra að ef við hefðum vitað fyrir 10-15 árum þegar við byrjuðum hversu erfitt þetta yrði þá held ég að ekki byrjað en það hefur líka verið það sem hefur svo gefandi við þetta og það liggur ekki í neinu sérstaku Grænland, það liggur í því að það eru bara hver einasta smáatriði þú mátt eiginlega ekki missa neitt út úr ef þú skilur hvað við, þú missir bara af einhverjum veðurglugga til að fljúga þarna inn og þá er alltaf komin 3 dagar sem kosta ákveðið mikið með 50 maður, ef þú skilur hvað er að fara þannig að það hefur verið mjög svona lærdómsríkt og skemmtilegt að ná svona tökum á því. Ég veit að fólk er að velta því fyrir sér þannig að við þurfum að klára það mál. Hvað er þetta mikið gull sem er að vinna svona metið þetta í vikum eða á degi hverjum? Já, ég var bara að fá dagskýrsluna áðan, ég meina við framlindum síðustu 24 tíma 5,5 kíló af gulli og það sé svona 150 únsur á dag og svo veikst það þegar við fáum meira út úr hverju tonni þegar við svona starfrækjum það sem við kallum skiljuna í verksmiðjunni okkar, þannig að hugmyndin er að við séum komnir eftir á þessu tíma saman tíma næsta ári svona kringu 50.000 únsur á ári í framleiðslu. Það er nógu gullið þarna. Já, þetta við erum bara rétt að byrja og það er raun og veru það sem er svo óbúðslega skemmtilegt að jarðfræðin er eiginlega besti vinuðin hana. Það er eitt sem þú getur hannað
lógistík, verkfræðingar geta gert flugvelli, hafnir og svo framvegis og það getur allt verið flókið. En ef jarðfræðin liggur ekki fyrir, þá þú veist, þarftu bara að treysta á Guð, sko. Menn gerðu það í vaðleiðagöngunum. Og úr því komir þetta skógabuðin. Það nú hægt að gera ýmislegt gott úr þessu. Rétt að skjóta inn í, það var mjög skemmtilegt þegar við fórum inn í námuna þarna á sín tíma og þú leitur okkur þarna inn og þið kveiktu ljósin og þú brostir allan hringinn og sagði, sjáuð allt gullið þarna? Og við horfðum bara á steinvegginn og sögum, hann algjörlega genginn göflun. Það var ekkert gull að sjá þarna. En svo fór maður svona aðeins að kíkja þetta og þá áttar maður að sjá því hversu rosalegt effort þetta að vinna gull úr þessu harða bergi. Já, og svo líka sko að þetta mjög físisk vinna að við tekja nokkra vaktir, þú veist, þetta snýst allt að halda öryggi á fólkinu og öllu slíku, en það snýst þú veist, eitt borðteimi, það borar 50 hólur á klukkutíma, fyllir sprengiefni, sprengir, hreinsar og borar aftur og við náum þessu sækóli sem hraðast, þá gerum við fleiri metra, þannig að þú veist, þetta verður mjög skemmtileg vinna, þetta verður svona keppni og ná sem bestum árangri og vera góður í þessu skipti máli og ég held að það sem mikilvægt átt sig á er að á öllu Arktík-svæðinu, af því að við kannski tölum aðeins það voru bara 2 námur byggðar á öllu Arktík-svæðinu í gulli síðustu 2 ár, það eru við og svo Bítugót. Þannig að það eru færri og færri námur byggðar og færri aðilar að gera þetta. Svo að þörfum fyrir gulli sem mikil áfram. Já. Heiðar, Grænland hefur auðvitað komist í, og við kallum þennan viðburð Grænland í brennidepli og Grænland kemst í raun og veru í brennidepli þegar Trump fyrir forsetaframboð og hann fyrir strax í framboðinu fyrir fyrra kjörtímabilið að tala Grænland og mikilvægi þess og svona vindur þetta upp á sig, ekki síst núna þegar að svona vikunum áður en hann tekur við embætti aftur og hann lætur ekki að því liggja, hann segir bara við verðum eignast landið og Danir mæta þarna með einhverjar spýtubyssur og hóta því að sprengja flugvellina sem þeir voru nýbúin að reisa. Grænland hefur verið í fókus lengur, þetta ekki alveg nýtt, þetta hefur haft strategíska þýðingu í hernað og annað lengri tíma. Getur þú teiknað upp mynd af því? Já, kannski aðeins. Þegar ég að skrifa bókina 2012-13 kemur hún út að þá eiginlega enginn að spá í hernaðar uppbyggingu á norðurslóðum og Norðurskautsráðið var þannig að við þurfum ekkert að fjalla varnarmál. Norðurskautsráðið þessi 8 ríki sem eiga land inn á norðurskautið og Rússland hefur náttúrulega verið langstærst og þegar Stalín hann var með gríðarlega uppbyggingu og notaði til þess þræla vinnu, fólk úr gúlögunum og byggði hérna gúlög og lét byggja upp gríðarlega mikil umsvif á norðurslóðum. Þannig að þeir voru svona manna fyrstir til að fara af stað. Hins vegar eins og að vinna olíu og gas, það var byrjað upp úr 1890 í norður Kanada og í Alaska inn á heimskautasvæðinu. Grænland kemur síðan seinna og það einmitt vegna þess sem að Eldur var að lýsa að það ekkert þarna. Það engir innviðir, það mjög langt að sækja allt, þannig að það tekur tíma að byggja upp, en það náttúrulega í kringum seinni heimsstyrjöldina þegar Þjóðverjar eru farnir að gera sig svolítið heimakomna á austurströnd Grænlands, að Bandaríkjamenn taka yfir varnirnar eftir að nasistar herstaka Danmörku og þeir fara þá strax í uppbyggingu á flugvöllum, á höfnum og byggja upp sérstaklega í kalda stríðinu gríða mikið netverk af ratsjárstöðvum til þess að fylgjast með að það kæmi eldflauga árás frá sérstaklega þá Sovétríkjunum. Og það nú bara vestur Íslendingur Vilhjálmur Stefánsson sem var nú ævintýralegur landkönnuður, ekki gekk allt vel sem hann lagðist í en hann fór á nýja ókunna staði og ólst upp, lærði bara íslensku, lærði síðan ensku af biblíunni þar sem hann ólst upp í Vesturheimi og fer í svona könnunarleiðangra fyrir kanadísk stjórnvöld. Fræg ferð sem hann fór í að misti alveg að fyrir heimsstyrjöldinni, hann fór áður en hún byrjaði 1914 og komst loksins tilbaka eftir henni lauk 1918. En þá var hann Það var góða tímasetning. En hann var vinur Lindbergh
og Charles Lindbergh og frumherja flugsins. Og hann sá alltaf fyrir sér og skrifaði mikið þetta að það ætti að fljúga norðurskautið og það ætti að sigla norðurskautið vegna þess að norðurskautið það tengir Evrópu, Asíu og Ameríku. Kannski vita þetta ekki allir en 88% mannkyns býr norðan miðbaugs, 12% sunnan. Og af þessum segjum 90% mannkyns sem býr á norðurhveli jarðar að búa flestir nær heimskautsbaug heldur en nær miðbaug. Þannig að þú ætlar að tengja þetta fólk saman yfir hnöttin að þá stysta leiðin alltaf yfir heimskautið. Og Vilhjálmur Stefánsson var ráðgjafi Pan Am sem var fyrsta flugfélagi sem fór að fljúga kerfisbundið þarna yfir. Og þetta á svona svipuðum tíma og Bandaríkjamenn að byggja upp aðstöðu og aðstæðan byggð upp til að koma í veg fyrir einmitt og geta stýrt flugumferð. Það ekki tilviljun að Bandaríkjamenn vilja stýra Panamaskurðum. Þeir eru að stýra skipaumferð frá Kyrrahafi til Atlantshafs. Þeir vilja stýra líka, ef maður má kalla það lofthelginni, fyrir ofan norðurskautið. Þeir vilja stýra, geta haft stjórn á flugumferðinni sem þar er. Þannig að út frá svona flutninga og hernaðarlegu mikilvægi, þá skiptir Grænland gríðarlegu máli. Það núna ráðgjafi Bandaríkjaforseta og búin að vera ráðgjafi margra forseta þar á undan, ekki bara repúblikana, heldur líka demokrata. Hún var á Davos núna í janúar að fara yfir það að sko nyrstu ratsjárstöðvarnar sem menn eru með og líka stöðvarnar til að tala við gervinetti. Það þurfa að vera mjög norðarlega vegna þess að jörðin náttúrulega, eins og við þekkjum, snýst svona en ef þú ert alveg á toppnum, annarkvort á norðurpólnum eða suðurpólnum, þá ertu eiginlega alltaf í sambandi. Þú ferð ekki, það ekki dagur og nótt, það annarkvort eilífur dagur eða eilíf nótt og þess vegna þessar stöðvar sem eru hvað fremstar í dag, sem í norður Noregi og á Svalbarða, það mjög auðvelt fyrir flotann í Múrmansk að klippa á sæstrengina og ýmislegt sem tengja þessar gervihnetta móttökustöðvar og ratsjárstöðvar við umheiminn. Þannig að í Pituffik, það sem Thule, hét áður Thule, það sem herstöðin stóra hún á 79. breiddargráðu, póllinn 90 og hæsti punktur lands 81 og það alveg nyrst þarna í Periland á Grænlandi. En það sem Pituffik hefur umfram Svalbarð og Noreg, að þú ert með þetta gíóklið sem svolítið lokar af Grænland, Ísland, UK, GIUK, að kafbátarnir sem ætti að koma til að skemma sæstrengina, þeir eigi ekki jafn greiða leið þarna upp á norðvestur hluta Grænlands. Og þess vegna gagnvart bæði fjarskiptum en ekki síður bara hernaðar átökum, að þá skiptir þessi hluti gríðarlegu máli. Og þessi efnahagsráðgjafi Trump núna og þar áður Biden og Trump og Obama þar á undan, hún heldur því fram að þetta sé aðalástæðan fyrir því að Trump ásælist Grænland. Þetta bara hreinir öryggishagsmunir. 100% og að halda uppi öruggum fjarskiptum. Þeir geta það með samningu við Grænland og Danmörku núna, þannig að menn velta alltaf fyrir sér af hverju hann svona grimmur í þessu, af hverju þarf hann að eignast, þetta ekki nóg að hafa samningin að geta byggt þetta allt upp. Ég held þetta sé svolítið persónlegt hjá honum vegna þess að fyrra tímabilinu eins og þú nefndir þegar Mette Frederiksen snuðbraðan, að hann tekur því mjög óstinnt upp kallinn, þannig að hann bara í raun og veru að hefna sín. Ég hitti í fyrra Pottinger sem var öryggisráðgjafi Trump í fyrri stjórnartíð Trump og hann sagði af sér þegar árásin var á þinghúsið í júní 21 og hann sem sagt heldur því fram að Trump gangi fyrir 3 R-um, það sem sagt real estate, reciprocal, sem sagt að gjalda lík og líkt og revenge eiginlega aðal R-ið hjá hann. Þetta eru alveg frábær grunngildi. Og það gaman ef við verðum öll svona. Í þessu tali öllu Trump og Grænland og Danmörku hefur mest verið talað við Dani. Það minna talað Grænlendinga og maður sér það í gegnum söguna þá einhvern veginn að menna vel þessa eyju og við Íslendingar höfum nú reynslu af því líka þar sem að Danakonungur að reyna að selja öðrum konungum eyjuna og tekst ekki og allt þetta. Ragnar, þú búin að vera með þessu fólki, frumbyggjónum ekki síst, við ótrúlegar aðstæður. Segðu okkur aðeins af þessu fólki,
hvaða fólk er þetta sem að Danir láta afskiptalaust nema þegar að hagsmunirnir knýja svo á hann? Já, þetta er flott fólk, mjög flott fólk og svona dularfullt svolítið, mörguleyti. Það tekur tíma að kynnast þeim og ég segi nú alltaf mína vinni þarna, svo spyrir það þetta og ég held að það er ekki 84% grænlendinga þeir vilja sjálfstæði, þeir ná því og mér finnst að Grænland eigi að ráða sér sjálft, það er þeirra ákvörðun, en ég held að Danir, ef þeir missa Grænland þá eru þeir áhrifalausir, er það ekki rétt hjá mér í heiminum? Heiðar, sagði þú ekki að þeir eru bara eins og byggingarverslun í Norður Þýskalandi? Já, eitthvað svoleiðis. Eða myndi missa Grænland? Þannig að það er ástæðan fyrir því að þeir vilja halda í þetta. En það er alltaf fleiri og fleiri sem held ég grænlendingar sem vilja sjálfstæði og auðvitað þeir ákvað sína framtíð sjálfur. Við ætlum aðeins að koma inn á efnahagslegu rökin sem að því tengjast hér rétt á eftir. Ég held að á þessu tímapunkti sé rétt að við spilum litla stiklu úr heimildamynd sem að nú er unnið að, sem fjallar menn sem að þú þekkir mjög vel, hefur verið í samskiptum við í áratugi. Áður en við sitjum það í gang, segðu okkur aðeins frá þessu verkefni, mönnunum sem í hlut eiga og bókinni sem að við munum að sjálfsögðu taka fyrir hér í klúbnum þegar hún kemur út. Já, við erum á loka vetrunum með bókina og við erum með sýningu í München í júlí og höfum að hafa hana klára fyrir það. Við erum búin að vera með sýningar heiminn, Grænland og Ísland meðal annars líka og norðurslóðin, löndin öll, en mest frá Grænlandi og það eru búin að vera 24 sýningar 2024 og 1 milljón gestir komnir á sýningarnar, þannig að þetta tekur inn og við náttúrulega erum að byggja þetta upp og gera bækur þetta og við svona ákvaðum að stofna þetta félag, bókafélag, Heiðar og Eingeir, að gera bækur norðurslóðir og sýna lífið þar og okkur finnst það svolítið mikilvægt og þessi klipsa sem verður sýnd núna er Hjelmer veiðimann sem ég kynntist fyrir 3-4 árum og þegar ég fór þarna fyrst, ég fer alltaf þegar kaldast, ég sýnir mest að raunveruleikann af hvernig þeir eru að lifa þarna og reyna að vera þegar veðrin eru sem mest og ég þekkti hann ekki neitt en hann kemur svona, ég sit upp í brekkunni fyrir á Þorpið, búinn að mæla með mótið hann hálfu ára áður og hann er búinn að lesa Moby Dick þegar ég kom þarna og hérna í Þorpið og hann kemur gangandi ungur glæsilegur maður upp brekkuna og réttur hann hendina og segir ég er Hjelmer. Moby Dick byrjar á Call me Ismail, ég fekk svona gæsahúð bara og svo ég stúdera svolítið fólk þegar ég er að mynda fólk hvernig það er og þarna hef ég farið með veiðimönnum og sumir eru töffarar og aðrir eru ekki góðir og ég skynja það mjög fljótt hverjir eru alvöru og hverjir ekki og ég sá það strax að hann var alvöru og ég ákvað mjög fljótlega að elda hann og fylgja honum eins lengi og ég bara þarf og nú erum við að klára þetta og hann segir nokkur sögur sem hann er svo hóvar, hann talar aldrei, segir ekki neitt en sagði okkur sögur núna og við fengum gæsahúð þegar við vorum að taka upp sögurnar á honum og þegar hundarnir fara að gersta fyrir utan kofan eftir 1,5 tíma þá stendur hann upp og segir það er ísbjörn þetta fyrir utan. Við stóðum ekki einu sinni upp, við vorum svo lamaðir eftir sögurnar á hann er svo flottar og hann er svo hóvar og ég vona að þessi mynd og þessi bók verði til þess að svona opna augu heimsins fyrir því hvernig þetta líf er þarna og það sem að ég tók fljótt eftir í byrjun og var svolítið særandi að sjá að áhyggjur þeirra af alls konar reglugerðarfargani og svo dempt á það og svona alls konar einhverja hugsa fyrir þá sem að veit ekkert hvað að tala og þarna fór ég með 5 veiðimönnum einhvern tímann á Heiðar, 3 af þeim hafa fyrirfarið sér út af þeir sjá ekkert ljós við endan á göngunum og þetta er svona já, þetta einhvern veginn situr í mér og við ætlum að gera þessa bók og svona fólk sjáu hvernig lífið er við einhverjar erfiðustu aðstæður og erfinni. Þú nefndir ísbjörnin, eru það myndirnar upp á ísjakanum? Nei, það er annar. Það er annað. Já, það var núna bara daginn. Við skoðum það eftir en við skulum spila núna þessa stiklu hér. Það eru 33 ár síðan kom ég fyrst í einhver afskiptustu þorp í heiminum, Skorpsund. 33 ár síðan kom ég fyrst í einhver afskiptustu þorp í heiminum, Skorpsund. 33 ár síðan kom ég fyrst í einhver afskiptustu þorp í heiminum, Skorpsund. 33 ár síðan kom ég fyrst í einhver afskiptustu þorp í heiminum, Skorpsund. 33 ár síðan kom ég fyrst í einhver afskiptustu þorp í heiminum, Skorpsund. 33 ár síðan kom ég fyrst í einhver afskiptustu þorp í heiminum, Skorpsund. 33 ár síðan kom ég fyrst í einhver afskiptustu þorp í heiminum, Skorpsund. 33 ár síðan kom ég fyrst í einhver afskiptustu þorp í heiminum, Skorpsund. 33 ár síðan kom ég fyrst í einhver afskiptustu þorp í heiminum, Skorpsund. 33 ár síðan kom ég fyrst í einhver afskiptustu þorp í heiminum, Skorpsund. 33 ár síðan kom ég fyrst í ein
Þá voru þorpin 3, nú bara 1 eftir. Það var svona mikil forréttindi að fá að kynnast hér Hjalmar Hamakan, mínum reynslumesta veiðimanni Grænlands, og fá að vera með honum út í náttúrunni og fylgjast með honum og dokumentera líf hans. Þetta maður sem hefur svona 7. skilningarvit og svona eins og hluti af náttúrunni. Dem, der kritiserer jagten, jeg tror ikke, man kan få dem til at forstå. De har jo kun deres egen verden, lille verden, og vi har vores store verden. Når de ikke vil forstå os, så kan vi ikke få dem til at forstå. De lever i deres egen lille verden. Mange mennesker. Desværre. Fyrsta sinn sem ég fór til Grænlands ég líklega 17 ára og var að læra að fljúga, og flugmennirnir sem fóru sjúkraflug eða leiguflug voru yfirleitt einir, þannig að þeim fannst gott að hafa einhvern með sér, og eftir að hafa lesið heimskautafarana og ævintýrasögur af lífinu á norðurslóðum þá var ég ekki alveg sáttur við það sem ég sá. Það voru ekki alveg þær hetjur sem ég hafði lesið um, en það átti eftir að koma síðar. Þegar ég fór til Kanakitúli út á hafísinn, og þá uppgötvaði ég hversu miklir töffarar þessir grænlensku veiðimenn eru. Og þá var ekki eftir snúið að dokumentera það líf sem þar er. Það eru fáir menn sem ég hef kynnst sem eru svona tengdir náttúrunni. Hann er eiginlega bara hluti af náttúrunni. Og hann skynjar hér hluti sem að fáir vita um. Hann gengur eiginlega á blaðsíðunum í bókinni sem við hinn lesum um þær breytingar sem eiga sér stað hér á norðurslóðum. Þeir eru nú sjaldnar spurðir þessir menn sem að það gera. En að fenginni reynslu þá eru fáir sem slá honum út þekkingu. Isbjørnen, det er et dejligt dyr. Altid spændende, når man er efter den. Eller når den kommer. Jeg tror, den er meget, meget klog. De gamle isbjørne. Meget kloge. Ótrúlegar senur og ótrúlegar myndir náttúrulega sem að við höfum kynst í höfundaverkinu Bragsegjan. Mér þótti ótrúlegt að heyra það sem hann sagði, maður skilur það svo vel þegar hann lýsir fólkinu sem er að setja reglurnar og búa hnútana fyrir þessa veiðimenn, setja þeim allskyns mörk og mið, að hann útskýrir fyrir okkur það fólk, það lifir í hinni litlu veröld á meðan hann lifir í hinni stóru, á meðan að ég held að fólkið sem situr við Austurvöll, ég tala nú ekki í Osturbóðunum í Brussel, telur sig búa í stóra heiminum með þennan miklu yfirsýn, að hann horfir allt öðrum augum á þetta. Já, hann gerir það, og þegar maður kemur á það eins og strákarnir hafa sagt, sko, þegar maður er það er einhvern veginn slöknar á öllu stressi og hausinn á manni verður einhvern veginn bara tær og maður sér einhvern veginn lífið á allt annan hátt, finnst mér, og
að tala við hann er svo ferlega klár og flottur og ég hef aldrei nokkuð tímann séð svona, ég kallar hann alltaf James Bond því að hann kemst ekki svona í nálægt honum en bara þegar hann er að segja manni frá því hvernig þetta virkar að hann er að reyna að leiða þetta hjá sér en þetta, þú sér það svo það sést svo augljóslega hvernig svona rugl getur farið úr böndunum gagnvart því hvernig lífið er og gerist sko, einhver sé að og þetta er sama í Barrow í Alaska sem ég kom að sem kemur aðeins inn á það að þeir þurfa að fara fyrir einhverja nefnd einu sinni árið eða annað ár á hnjánum til að fá að veiða þá hvali sem hafa gert í 1000 ári sem bara hefð. Nefndin hefur aldrei komið þangað. Þannig að þetta er svona, þegar maður sér svolítið við að upplifa þetta allt frá þeim, hvernig rugl verður til stundum. Það er bara mjög svart að sjá og mér finnst flott hvernig hann segir þetta og hann er fullt af svona sögum í myndinni sem hann, það er svo fallega sögurnar hans og þetta er svo, þú áttar þig á því hversu hættulegt þetta líf er. Og hann sagði mér sögu sem hann náttúrulega ekki segja en svo segir hann og besti vinnur hans og veiðifélagi hann fer niður ísinn og deyr og bara og fyrir að þunna ís og snjóaði og hann fyrir að þunna ísinn og hann saknar ísu Grænlands því að ísinn hefur alltaf verið breytilegur og hann er búin að vera þykkur og góður í 3 ár en núna er hann slæmur við vorum þarna daginn og veit ísbjörn og þegar við erum á leiðin út á ísinn þá hann segir við með morguninn heyrðu í braki í ísnum? Ég segi nei, hlustaðu og ég hlusta og heyri brakið og ég spyr hvað er það og hann segir þetta er dönningar á dönsku sem er bara undir alda að koma og hann segir það er að koma alda á hafinu undir ísinn og ég fylgist með augunum á honum og hann er svona svolítið bara horfir út og er bara að hugsa sitt. Svo segir hann við mig vertu tilbúin, það er eitthvað að gerast á eftir og bara 10 tímum seinna þá kemur ísbjörn, svo sjá þeir ísbjörn á ísnum og hann sækir mig og við brunum út 4-5 kilometra á þetta stórum ísjaka og það eru hundarnir múin að hrekja hann upp á jakan og þeir veiða þennan ísbjörn og svo þau förum heim að náum í land og allt í lagi með það en bara nokkur klukkutíma seinna þá brotnar hafísinn í dætlur og ísjakinn flýtur burt og það er ennþá opið haf. En þá skynja hann þetta áður en þetta gerðist. Fáum myndina hér af ísbjörninum. Já, þetta er jakinn, þannig að sjáum við hann undan þeir búin að hrekja hann upp og svona spólaði þessu upp og ég hafði eiginlega bara 30 sekúndur til að taka þessa mynd því að það var myndaðurinn á frosið, það var allt frosið, 35 stiga frost. Þetta er ekki gert með gervigreind? Nei, ég hef ekkert svoleiðis. En svo kemur önnur mynd sem að sýnir nær þá eru hundarnir að ráðast á hann og hann ég hef aldrei heyrt svona öskur í ísbirni áður eins og þannig. Hann hefði drepið 2-3 hunda en þeir skjóta hann og veiða hann og það munaði ekkert, það voru ekkert margir klukkutíma seinna sem að allt þetta sem við stóðum á brotnaði upp en hafísinn er búin að vera góður í 3 ár og þeir hafa getað veitt vel og þeir hafa kvóta og já, þetta er, en gallinn við þetta er að þeir mega veiðan, þeir mega borðan en það er vandamálið að selja skinnið út af þessu sem við talaðum líka. Þessu regluverki. Já, og það er þeirra mesta tekjulind. Menn velta fyrir sér miklu, og það er umræða núna hér á landi sameiginlega hagsmunum með öðrum þjóðum og þetta er síbreytilegt viðfangsefni. Eldur, þú skrifaðir mjög athyglisverða grein í Morgunblaðið daginn sem að undir fyrirsögninni verkefnið INNEC, nýr milliríkjasamningur Íslands, Grænlands, Færeyja og Danmerkur. Á sama tíma og menn velta fyrir sér hvað við eigum sameiginlegt með Króötum eða Albönum eða hvað það er, að þá segir þú að við eigum að bindast samtökum við þessar þjóðir sem að eru hluta til Gígukliðið og svo pluss Danmörk, útskýra þess fyrir okkur þessar vangaveltur og kannski út frá reynslunni af Grænlandi. Já, sko, við fyrir, ég held ég hefur spursmála þætti hjá þér fyrir rúma áru síðan að þá var byrjuð þessu umræða að Donald Trump vildi kaupa Grænland og fyrir það þá höfðum við verið í alls konar viðræðum eða hugmyndavinnu gagnvart Grænlandi og Íslandi hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað meira og þessi hugmyndavinna átti sér ofta stað að ég og Heiðar ræddum þetta eða aðrir í viðskiptalífinu eða annað slíkt þannig að það sem við
áttum okkur á, við sögum, ef það enginn sem gerir þetta eða skoðar þetta í kjölinn, að þá mun ekkert gerast. Þannig að það gott að hafa hugmyndina, en við þurfum einhvern veginn að reyna að kafa ofan í hvað væri mögulega hægt að gera. Og af hverju hugsuðu það að það myndi passa? Við hugsuðum, Grænlendingar, Íslendingar og Færeyingar hafa svona svipaða hagsmuni, eða allan að horfa svipaða hagsmuni sína gagnvart staðsetningu, gagnvart auðlindum, þar að segja sjávarútvegi eða veiðum, og þetta eru þjóðir sem líta okkur á aðra að virðingu. Þannig að ég held að það sé enginn sem horfir niður til Grænlendinga eða öfugt, eða ég vona allan ekki. Og þar leiðandi það að Grænland og Ísland, þá sérstaklega í okkar tilliti, skipta hvort annað töluvert miklu máli, því að það má að einhverju leyti segja að Ísland sé hliðið inn í Grænland, allan á austamegin, að þá eru hagsmunir okkar tengdir saman. Nú út frá varnarhagsmunum sem Heiðar talaði með áðan, sem og auðlindahagsmunum, það að sé töluvert til á auðlindum í Grænlandi sem getur gert okkur óháð Kína, að þá fannst okkur, þessi hópur, það meika fullkomin sens að reyna að finna samstarfsflöt og nýta þetta sérstakar samband til að skapa ennþá betri samningsstöðu gagnvart öllum hinnum. Hvort sem það verið Bandaríkin, Evrópa, Noregur, Kanada, hver sem er. Nú, við köfuðum onni í þetta mál og við fengum til liðs okkar lögfræðistofu hérna í Íslandi, Logos, lögfræðistofu í Danmörku og í Grænlandi og í Bandaríkjunum og fleiri stöðum. Við mynduðum hóp, Heiðar, ég, fleiri aðlir en inni, Benedikt Gíslason, Sigurður Hannesson, ef við nefnum einhver hérna á Íslandi, en það voru líka grænlendingar og aðrir aðlar sem koma að þessu, og við skoðum hvað væri hægt að gera, hvaða samningu væri mögulegur. Þetta er töluvert flókið, og ásækið ef þetta verður langt, þá stoppar mig bara. En við gengum í það að horfa að vera bara ekki með hugmynd, þannig að við byggum til samning. Og við byggðum þennan samning á formati sem er til nú þegar á milli Færeyja og Ísland og heitir Hoyvíkursamningur og er í dag viðamesti fríverslunarsamningur sem Ísland er með. En það vill svo til að þetta er bara 2 blaðsíðna samningur nánast. Og það er af því að það er nú þegar svo rosalega mikið samstarf á milli Norðurlanda að það er til, og svipur löggjöf, það er tiltölulega auðvelt að eiga við þetta. Það sem við sáum að gæti hindrað það að gera samning á milli Grænland, Íslands og Færeyja í þessu, og það er að segja það við myndum bæta Grænland inn í þetta samningsform, myndi heita eitthvað annað en Hoyvíkursamningin, og Grænland ætlaði uppalega að vera partur af þessu árið 2005, voru atriði sem skiptu Grænlendinga, stundum okkur Íslendinga og Færeyinga máli sem oft stórulöndin skilja ekki. Þetta getur verið til dæmis reglugerðarfargan í kringum veiðar. Þetta getur verið má flytja út lambakjöt frá Færeyjum til Grænlands. Má flytja hreindýr frá Grænlandi til Íslands. Og svo framvegis og framvegis og framvegis. Einnig skiptir máli að á Íslandi þá erum við að fá örugglega mun meira út úr Grænlandi heldur en þeir út úr okkur. Við erum að fljúga þarna, við erum með íslensk dönsk fyrirtæki sem er að byggja innviði þarna, námufyrirtæki og svo framvegis. Við erum að taka þátt í samfélagum stofnum, veiðistofnum og annað slíkt. Þannig að í alls konar samstölum skoðuðu allt þetta. Við skoðuðum þetta frábæra starf sem Rókurinn og Kalag og fleiri aðilar hafa verið að vinna á Grænlandi. Við skoðuðum heilbrigðisþjónustu á Grænlandi. Við skoðuðum menntunarstarf á Grænlandi, samstarf sauðfjárbænda á Íslandi og Grænlandi, og listin er svona tæmjandi, og skrifum þetta allt niður og lögum þetta á borðið og sögðum, hvað þyrfti Ísland að leggja á sig til að fá aðgang til að mynda að Grænlandi, og mest af því eru svona vinaþels vangaveltur og bjóða þeim hluti, bjóða þeim aðgang að okkar heilbrigðiskerfi og svo framvegis, þegar nógur eru hagsmunir fyrir okkur. Nú við skrifum þetta allt upp og skoðum alla reglugerðir af því sem við getum boðið þeim, því að það trúðu mér, það eru mikið reglugerðum, það eru ESA-reglugerðir og hina reglugerðirnar og allt þetta. Að því að við vissum það þegar við myndum leggja þetta fram, að þá myndi gagnrýnin koma upp, eða flestir vilja vera samanlagt við stóru ríkin eða ESB, þannig að við erum með skotheldan samning á borðinu tilbúin. Við höfum rætt þetta við Grænlendinga og við höfum rætt þetta við Dani og við höfum rætt þetta einhverju leyti við Íslendinga líka. Þannig að það eina sem við þurfum með forysta Íslendinga í að taka þetta skref, og þetta er tilbúið.
og þetta er þannig tilbúið að þetta er búið að leggja mjög mikla vinnu og kostna og peninga og mikið klukkutímum að færustu lögfræðingum Íslands, Danmörku, Grænlands svona stíl að gera þetta. Nú þetta eins og hann menti hérna áðan að Grænlendingar eru öðruvísi í lundin en við Norðurlandabúar, þeir tekur á tíma að kynnast okkur, það tekur okkur tíma að treysta okkur og svo framvegis. En með samstarfi og vinnaþeli og standa við orð sín og slíkt, þá eru þeir mjög staðfastir og góðir samstarfsaðilar. Og það er svona, þarf bara að fara svona vinna í gang hérna heima, að rækta þessi samskipti eins mikið og við getum. Þið búin að finna þessa pólitísku forystu hér heima? Haldið að við getum byggt upp svona pondus í kringum þessa hugmynd? Já, ég trúi því að þetta sé fókusin sem Kristrún Frostadóttir ætlaði sér að taka. Hún var í Færeyjum í maí fyrra og þar kom þessi vangavelta upp. Hún fór til Grænlands í framhaldinu að ræða þessi mál og við höfum deilt með henni okkar gögnum og önnur slíku. En svo þetta kom þessi Evrópuumræðu sem svona stoppaði þetta og það var ástæðan fyrir við lögðum þetta fram að við teljum að þessi bestir hagsmunir Íslands að klára þetta mál fyrst til þess að skapa sér betri samningsstöðu ef að það er krafan að fara í Evrópusambandið þá ættum við ennþá betri samningsstöðu gagnvart því. Af því að Grænlendingar og Færeyingar eru til dæmis ekki undirgefnir ETS að hlutunum eða loftslagsmálum eða annað, það eru alls konar hlutir. Það er líka eitt sem er mikilvægt að átta sig á að samningur á milli Íslands og Færeyja hann var samþykktur á Danmörku. Þannig að við erum þegar búnir að búa til samning sem hefur verið samþykktur áður af Grænlandi, af Danmörku. Og Danir eru því miður þannig undirsettir að þeir geta ekki gert neina fríverslunarsamninga sjálfir. Af því þeir eru undir Evrópusambandinu. Alveg svo við Íslendingar munum ekki geta gert neina fríverslunarsamninga sjálfur ef við förum í Evrópusambandi. En þetta geti verið leið fyrir Dani að tengja sig til að mynda að Bandaríkjunum öðrum í gegnum nýlendunum sínar. Þannig að það gæti verið hagsmuni líka fyrir Danir að vera partur á svona. Og svo bara var nú verið að kynna nýja ríkisstjórn í Færeyjum áðan og helsta stefnumál þeirra er að taka meira sjálfstæðar ákvarðanir í utanríkismálum og sérstaklega nefnt fríverslun og fríverslunarsamningar og þeir vilja setja sjálfur við borðið alveg eins og Grænlendingar hafa óskað eftir því í Norðurskautsráðinu að þeir eigi sæti þar, ekki bara Danir. Þannig að þessu vex mjög svona ásmegin en það sem við rættum líka hérna áðan var þetta í Trump og Bandaríkin að þetta væri fullkomin hefnd á hans hálfu gagnvart Mette að gera fríverslunarsamning við svona bandalag, við gömlu dönsku nýlendurnar og færa þær nær sér í efnahagslegu tilliti og þá fylgir þetta varnarlegt tillit líka. Þú ert að leggja til að Færeyingar, Grænlendingar og sannlega Íslendingar nýti sér hefndar Þorsteins Trumps. Mér finnst tilvalið að gera það, já. Það má alltaf sjá tækifæri í hlutunum. Rétt út frá þessu, að þú nefndir líka eins og með oljuleitina sem er að hefjast í sumar. Ísland er hliðið eða fyrir Austur-Grænland umheiminu. Hversu miklir hagsmunir eru þetta fyrir Ísland bara varðandi þessa oljuleit og annað? Er þetta ég átta mig bara ekki á umfanginu? Já, þeir sem hafa verið að þjónusta fyrst og fremst leitina áður en það var borað, það var eins og Norrland bara fyrir norðan og Akureyri. Síðan þegar þeir eru að fara að bora núna, mikið af því umfangi fyrir gegnum Ísland. Samgöngunar munu fara í gegnum Ísland af því þetta er rétt norður á Scoresby sundi og ef að síðan fer þarna fram framleiðsla að þá er næsta vélaverkstæði, það er á Íslandi, næsta vélsmiðja, næsta stálsmiðja og járnsmiðja svo framvegis. Þannig að það fylgir þessu hugsanleg bara uppbygging hér ef að verður að þá verður umtalsverð uppbygging og það má ekki gleyma því að til að mynda í Færeyjum, þar sem er búið að vera að leita á olíu núna í 25 ár, að næststærsta útflutningsgrein Færeyja er þjónusta við olíu og gasvinnslu og þeir hafa ekki fundið olíu sjálfir en í Norðursjó hafa það byggt upp sérþekkingu og eru gríðarlega stórir í þjónustuskipum í alls konar viðhaldi og annað í kringu þennan iðnað. Það þyrfti kannski að benda Færeyingum á að það dugar ekki að bora í gegnum fjöllin til að finna oljuna, það er að bora niður.
Hvað er þetta? Og aðeins bara að þessu þjónustu elementi, bara rétt að bæta þess inn í að bara til að setja í samhengi, ég held að hjálpi að átta sig á sko umfanginu. Við erum með litla námu í Grænlandi og við erum að fljúga gegnum Icelandair 4 sinnum í mánuði. Við sem pöntum 2 flugvélar í byrjun og enda hvers mánuð. Við erum að flytja 100 til 150 manns til að frá Grænlandi á þessu bili og yfir sumrin það upp í 300. Nú, við erum að fara að byggja aðra námu upp í rétt hjá upp nær í Ilulissat og þá mun þetta tvöfaldast. Þetta eru 2 litla námur sem í heildina í fjárfesting svona 20 eða svona 30 milljarðar. Verkefni sem hafa verið fjármögnu núna bara síðasta árið út af áhuga Trump. Þetta olíuverkefni upp á $40 million, það er upp í Disco Island aðrar $50 million í nikkelverkefni og svona geti ég lengi halda áfram að telja og þetta er til dæmis eitt af ástæðanum að við erum búin að setja upp þjónustufyrirtæki undir Amarok því við eigum orðið svo mikið á borum og tækjum og erum meðal annars búin að kaupa ísbrjót til þess að þjónusta alla hennar búna. En mest af þessu er að fara í gegnum Ísland út af þessum flugvelli, af því að þar kemur inn í þekkja þennan í fluginu og Ragnar og fleiri að það skiptir rosalega miklu máli hvað þú ert að fljúga, hvernig flugvellum, hver er varaflugvellur, hversu mikið olía er á skipunum, er þetta að afvísa og svo fram, ég get haldið endalaust áfram og það er ástæða fyrir Ísland skipti máli í þessu. Þannig að þess vegna er ekki bara þó áhuginn sé á Grænlandi og ég hef verið í viðtölum erlendis þar sem ég hef alltaf tekið Ísland inn í myndin og margir hafa haldið ég væri bara með hagsmuni Íslands sem ég hef verið með en það er líka bara út af físíski þátturinn þetta sem ég veist Ragnar nefna svo oft hérna áðan það að búa og gera hlutina það er bara físíski reyðleika við getum allir haft stórar hugmyndir svo þarf þetta actually að executa og vinna hlutina og þá mun Ísland skipta miklu máli og skipta gríðarlega máli þessi gott samstarf hann á milli. Rétt olíuna að þetta er áhægt að þetta er að fara af stað hvað er þetta langur tími myndur áætla þar til það kemur í ljós verður þú búin að finna olíu á Drekasvæðinu á undan heim þarna á Austurströndinni? Sko það sem þeir eru að bora það er svona út frá jarðfræði sama svæði og er í Noregshafi, Barentshafi og í kringum Jan Mayen hjá okkur en þeir eru að bora á landi þeir eru ekki út í sjó og að því að Golfstraumurinn fer vestamegin upp í Grænland, ekki austamegin, að þá er þetta ísilagt, austurströndin svona norðarlega, 71. gráðu, er ísilögð 9-10 mánuða ári. Þannig að það væri örðugt vik að vera að bora þarna út á sjó, það er alveg hægt, en það er mjög kostnaðarsamt. Þeir eru að bora á landi og þeir ætla að bora vantarlega á 2-3 mismunandi stöðum í sumar. Við erum komnir með borin og komnir með allt þarna inn eftir. Og þeir getur þess vegna fundið olíu bara í júní eða júlí og fara síðan að stað og það er engin höfnarna, það er engin vegir, það er engin aðstaða. Það þarf að gera þetta allt saman. Það sem er hægt að gera út á sjó eins og okkur að við drögum bara allt til okkar. Við drögum risastór fljótandi olíuvinnslu skip til okkar. Það er ekki hægt í þessu tilfelli. Þannig að hefja framleiðslu eftir að þú finnur lind svona langt frá öllum innviðum, það gæti alveg tekið 8 ár. Það sem við erum að gera ráð fyrir á drekanum er að ef við finnum olíu þá tæki okkur 3-6 ár þangað til að komin full framleiðsla. Þannig að það tekur skemmri tíma. Það er mjög spennandi. Grænlendingarnir aftur, Raxi, þú varst að tala við þetta fólk og eldur boraða þarna eftir gulli og allskeins fágætismálmum sem að engin veit hvað heita en eru í símónum okkar sem að klinga hér út í sal. Hvernig horfa Grænlendingarnir á svona starfsemi? Eitt er að veiða seli og fisk og rækta hreindýr en þannig eru komin með stórvirkar vinnuvélar og svona menn eins og eld sem að koma þarna með bát og skip og ísbjörota og annað í þeim dúr. Já, það sem að ég hef séð eins og þarna við Skorupsund þá þeir mjög fagna því vegna þess að byggðin er búin að bara ég kem fyrst þá voru tæpið 700 manns þarna, 670 eitthvað, nú voru 330 og litlu þorpin aflögð 2 og þeir fengi flugvöll á og þá að því að þeir vilja búa þarna sumir sko en þorpið í dag er náttúrulega ekki sjálfbært, það er ódýrara sennilega að hafa það á 5-stjörnu hóteli með
3 máltíðum á dag heldur en að halda því út eins og en þarna myndi allt breytast og þá, þegar það eru 10 veiðimenn eftir, þá voru næstu 60 þegar ég kem fyrst, nú eru 10 eftir og þeir horfa bara upp á þetta hverfi, þannig að hvað ætlar að gera þeir verða og þannig að þeir fagna því öllu svona framtakssemi sem að þeir gera og eru mjög, og það er svolítið gaman að því, mjög gaman að því að heyra að þeir tekið vænt Íslendinga og svona við eigum í hvert bein yfirleitt mjög fljótt þegar þeir fatta þegar þú ert eitthvað staðar á bar með grænlending og hann heldur sér Dani þá eitt á Íslending og þá ertu besti vinnur hans. Eldur, ég er nú farið með þér að bar þarna, er þetta þín upplifun líka? Já, sko, Þetta er svo flugstjórinn og maður ekkert eftir því. þau skipti sig í mannetti. Nei, sko það sem er skemmtilegt á Suður-Grænlandi, þá í 3 skipti hef ég setið á bar og þá hefur undir það sem hefur komið að mér grænlendingur og sagt bara við mig á íslensku, ertu Íslendingur? Og við gleymum oft að það eru 20 sveitabæir eftir á Suður-Grænlandi, voru fleiri og flestir af þessum aðilum sem eru bændur þarna lærðu í landbúnaðarskólanum hérna á Íslandi. Og þannig að við erum núna með 2 aðila sem eru í vinnu hjá okkur, þetta er náttúrulega langöflugast á fólki þegar það getur gert allt, það er að halda hinn sveitabæ afskekt í gangi sko. Þannig að þeir tala bara fullkomni íslensku og hafa verið henni 1-2 ár. Þannig að það eru rosalega mikið tengingum, það er til dæmis rosalega skemmtileg tengingum milli skógrækt ríkisins og skógrækt Grænlands. Það er alls konar tengingar á milli sem fólk veit örugglega ekkert af og hafa stundum lagst af og ekki. Það eru kórasamstarf, það eru vinabæjasamstarf, þannig að þetta eru bara svona hluti sem skiptir svo miklu máli og við þurfum að rækta og hefur mikil áhrif á okkar svona, hvað er hægt að gera hana? Raksi aftur, þú nefnir þorpin sem að fara minnkandi. Ég hef skoðað mikið af þínu höfundaverki í gegnum bækurnar og gagnagrunn okkar upp á Mokka og annað sem að varveita mikla sögu. Þú hefur verið að skjalfesta veröld sem var. Þú ert að skjalfesta heim og heimsmynd þessar fólk sem er á hröðu undanhaldi. Og ég held að þú viðurkennir ekki sjálfur en einhvern tíma kemur að því að það verður viðurkennt hvers konar skrásæt. Ég ætla að fá að halda einu fram hér. Það sem að þú ert að gera á Grænlandi er það sama og ritararnir gerðu í klaustrónum á miðöldum í Íslandi þegar þeir skrásettu munnmælasögurnar frá tímum víkingana. Vegna þess að ef það er ekki gert núna, þá verður það aldrei gert. Og ég spyr þess vegna, þú ert að horfa á þess að vera hverfa í einhverju mynd, er framtíð á Grænlandi miðað við þessu umsvif sem að, og mögulega samstarf milli þessara ríkja? Já, ég held að algjörlega og þetta er náttúrulega ég er nú frekar aftur í klaustri að reytara, rekk fyrir samt já, ég held að það horfi alveg til þess það sem ég hitti og tala við og ég spyrði þá mikið þetta og þetta er bara ég tel mjög mikilvægt að skrásita þennan heim sem er að hverfa og breytast hann er ekki að hverfa, hann breytist og mun breytast, það er kannski ekki breyst hvað sem var en það gerist hratt núna og ég hef spurður út í sýningu í Þýskalandi ljósmynd er bara ljósmynd, skiptir þetta einhverju máli og ég sagði, ég bytti bara rólegur þannig til að allt sem er á henni er horfið þá er þetta eina sem er til, vangisagan og þannig að ég tel mjög mikilvægt að skrása þetta og þetta er svona, já, skemmtilegt, mjög skemmtilegt en hrikalega erfitt, oft kalt Svartir puttar. Já, það kemur allt. Það jafnar sig. Rétt í loki, ég ætlum að opna örfá spurningar hérna, en aftur, Eldur, þú hefur þetta beina hagsmuna því að framtíð sé björt á Grænlandi, þið getið ekki starfað þarna svona samfélögin þrífist þarna, heiðar það kannski ekki alveg eins augljósir hagsmunir beinir fyrir þig en nema þið ætlaði að fara að opna Íslandsbanka útibúð þarna, en eru þið samfærður að framtíð sé björt fyrir Grænland? Já, ég held að svona í stóru myndinni þá er hafið fyrir svolítið síðan auðlindakapphlaup og það helgast af því að það var talið að veri til næg orka eða olía í heiminum, svona skipta skoðunar af því en vandamáli sem við erum að horfa upp á fyrst í Rússlandi og núna sem við sjáum
í Íran eru fyrir séð og það eru ríki sem hafa séð þetta fyrir áður fyrir löngu, átta sig á að þessi staða getur komið upp. Eitt þessar ríki heiti Kína og þeir hafa keyrt sitt efnahagsmódel á rafvæðingu og að vera bestir í því að búa til raftæki, mikrofóna, rafbíla og svo framvegis og öðru slíku. Og til þess að vera bestir í því þá hafa þeir verið bestir í því að finna málmana og prósessora og eiga ódýrustu málmana til að gera þetta rafvæðingu. Þegar þeir vilja ekki vera undir því komnir að þurfa að flytja inn olíu og gas úr Íran. Þeir vilja helst nota frekar rafmagn, kjarnorku, vindmyllur og nota batteri til að geyma rafmagn. Þannig að þetta er þeirra efnahagsmódel og Bandaríkin og Evrópa er búin að átta sig á því að þeir eru eftir á og það er að þeir hafa ekki málma. Og þetta er geiri sem ég hef verið að tala fyrir svo aftur og aftur og Ella hefur fólk haldið þegar þetta er hagsmunarselds og þetta er ekki taka svolítið trúlega en þið bara sjáu þetta svart á hvítu. Og svo gerist það því miður að það gerist eitthvað svona eins og Rússlandsstríðið og þá finnum við einhverja leið og olían fyrir aftur á flæða gegnum Kúveit og svo gerist þetta núna og hvað ætlum við að gera næst. Þannig að við sjáum hægt á bindi heimurinn frá átta sig á þessu og þá byrja ég reyndar til það að ástæðan vera Bandaríkin og það er krafa þeirra að fari ekki málmar úr Grænlandi til Kína. Það er krafa nummer 1. Þarna er hellingur af málmum. Já. Og annars staðar líka, ég er ekkert að segja sér bara hana, en þetta er innan þeirra áhrifasvæði og það skiptir máli. Mér finnst þess að framtíðin bara, hún er í höndum Grænlendinga og það sem ég finnst skipta svo miklu máli fyrir þá er að þeir svona flytji úr foreldrahúsum. Þeir fari úr ríkjasamstarfinu við Danmörku og standi á eigin fótum vegna þess að þó bara hafa þeir engan annan kost heldur en að axla ábyrgð. Og það er oft talað svona colonial mindset, þess að nýlendu hugsun hjá þeim sem voru undirsettir. Það er svolítið búið að brjóta niður frumkvæði og sjálfstæði vegna þess að þú þurftir alltaf að spurja háu herrana í Kaupmannahöfn út í hvern og einn einasta hlut. Þannig að sjálfstæðið eða, hvað getum við sagt, svona metnaðurinn, hann er þarna og hann er hjá yngri kynslóðum og ef við horfum á okkar upplifun af þessu, það er oft kennt hérna í sögubókum að við höfum einhvern veginn verið óheil gagnvart Dönum og nýtt tækifæri þegar þeir voru hersetnir af nasistum og lýst bara yfir sjálfstæði og þeir hefðu ekkert málað að segja. Jóhannes Nordal fer vel í gegnum þetta og hefur eftir Sigurði föður sínum sem var sendiherra í Kaupmannahöfn hvernig samningurinn var gerður 1918 fullveldi að síðan í þeim samningi var ákvæðum að innan 25 ára þá ættu að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði og við gerðum það að virðingu við Dani að fresta því þangað til var útséð hvernig færi í stríðinu. Hvað varðar síðan Grænlendinga að horfa til okkar? Hvernig hefur þetta gengið hjá okkur? Þetta hefur gengið rosalega vel hjá okkur vegna þess að við höfum haft svo sterkan bandamann sem eru Bandaríkjamenn. Við höfum alltaf haft sámfrænda á öxlinni. Við höldum kannski að við séum út í heimi og að tala eitthvað, að sjá allir bara sámfrænda sem eru á öxlinni á okkur. Þannig var það í Þorskastríðunum? Akkurat. Og þannig er það líka gagnvart Grænlendingum vegna þess að þú ert með 55.000 manns, þar að veru 50.000 inúítar, 5.000 sem eru gestkomandi eða kannski annarar kynslóðar, þriðja kynslóðar í mestalagi sem sagt innflyndur og helmingur þeirra eru Danir og svo mjög margir Filippseyingar og Tælendingar og fleiri en hvað er það? Ef þú ert með 50.000 manna samfélag, 55.000 og þú ætlar að vera með eigið stjórnkerfi, þú ætlar að vera með eigið utanríkismála teymi, eigið varnarmála teymi, eigið bara teymi til að stýra hugsanlega seðlabanka eða bankakerfi eða guðmönda hverju, hvernig ætlar að gera það? Þetta er miklu meira eins og sveitastjórn heldur en ríkisstjórn. En það er hægt að gera það eins og Íslendingar gerðu í góðu skjóli Bandaríkjamanna. Og ég er alls ekki að segja að Bandaríkin séu fullkomin eða forsetinn þar sé frábær eða eitt slíkt. Ég er bara að segja að þetta er miklu hollara staður til að vera á fyrir grænlensku þjóðina heldur þess að staður sem eru á í dag. Og
Eldur og með Amarok, hann er búin að byggja upp ævintýralega flott fyrirtæki þarna. Þeir eru því ekki orðnir stærsti skattgreiðandi landsins í ár. Já, við erum að verða á næsta ári. Á næsta ári. Já. Guðmundur Kristjánsson í Brimi sem er hérna, er búin að byggja upp rosalega flott sjávarútvegsfyrirtæki í Quakertalk, Arctic Prime, sem eru vantarlega, Guðmundur var lengi stærsti alþjóðlegi fjárfestirinn á Grænlandi og nú er Eldur búin að taka fram úr honum. Þarna sjáum við alveg að við erum velkomin inn á þetta svæði. Við höfum ýmislegt fram að færa. Þeir treyst okkur. Þannig að hvers vegna eigum við þá að vera að eyða orkunni í að taka þátt í dómsmáli gegn Ísrael, frekar heldur en að hjálpa þessu fólki við hliðina á. Ja, nú er Heiðar komin út á hálan ís. Mun hállen þann sem var lýst hérna áðan. Nei, við skiljum þetta vel og ég heldur reyndar í því sambandi sé líka mikilvægt að minnast þess að því að það er allur fókusun á Trump. Það styttist auðvitað óðum í það að hann verði það sem kallaði lame duck sitting. Það kemur forseti eftir Trump, ég skal lofa ykkur því, og hann verður ekki eins og hann, því að það er enginn til sem er eins og hann og við þurfum að eiga í samskiptu við þetta ríki alveg óháð því hver forsetinn er á hvernig tíma. Nú, tíminn líður og mér sýnist bjórinn vera að klárast á dælunum hérna, þannig að við ætlum að opna á 2-3 spurningar úr sal. Við ætlum ekki að senda mæk, ég ætla að biðja þá sem að fá orðum að rísa á fætur og kynna sig, bera fram örstutaspurningu og ég endurtek hana hér í mikrofóninn til þess að við getum komið þessu öllu hér á band. Hér á fremsta bekk ofarlega, já, gjörðu svo vel. Spurningin er sem sagt sú að því að eru fleiri ljósmyndarar sem eru jafn umsvifamiklir og þú á Grænlandi og eru grænlendingar fyrst og fremst talandi á dönsku fyrir utan móðurmálið? Já, hún er dönsk í grunninn. Takk fyrir Heiðar, hérna, svo að þetta sé endurtekið fyrir myndbaðsbóluna. Er munur á ásælni Trump í Grænland og ásælni Dana í því að halda í þetta mikla land og Eldur Ólafsson, ert þú nýlenduherra og hvernig náður að svindla þið náðu sig gullgrafaraleyfi? Það var undirliggjandi tónn í þessu. Gjörðu svo vel. Raxi byrjar. Nei, ég held að sé nú fleiri en ég að mynda. Þegar ég byrjaði samt, það voru ekkert margir þá allavega þegar ég fór til Thule. Þeir eru einu sinni séð ljósmyndara þá þegar ég fór til Thule. En svo þegar við sigldum Skorupsund þá allt í einu fór alveg fullt af fólki að fara að sigla og sem bara ágætt. En mér finnst bara mikilvægt þegar maður dokumentera svona, það er ekkert mál að sigla á gúmmíbát í kringum ísjaka og taka mynd af honum í sólskini, en það þarf að leggja sig fram og mynda fólkið og lífið og sýna því respekt svona því lífið sem þar er. Og seinni spurningin var með dönskuna sem tungumál. Já, þeir tala flestir dönsku, sumir tala ekki dönsku, þá er bara svona eitthvað svona fingramál og það gengur ágætlega. Allavega með að menn eru með puttana. Heiðar? Já, munurinn er sá að Bandaríkin geta varið Grænland, Danir geta ekki varið Grænland og Bandaríkjamenn geta og kunna að nýta auðlindi Grænlands. Danir, það er Maersk félagið sem hefur unnið gas í Norðursjó og einhverju hluta vegna fékk það bara gefins allar auðlindir Dana í Norðursjó og hefur unnið mikið að gasi líka nýr í Katar og fleiri stöðum. En þeir eru ekki aðilar til að fara og vinna olíu á þessu svæði. Þeir eru bara ekki með tæknina eða þekkinguna í það. Þannig að bandarísk fyrirtæki, aðalega Conoco og Exxon, sem hafa verið gríðarlega stór á svona norðurslóðum, þau eru mjög fær þetta. Bandarísk námufyrirtæki eru mjög fær. Þeir sem byggðu upp höfnina núna í Núk fyrir 10 árum síðan, það voru bandaríski lífeyrissjóðir sem lánuðu til þess, það voru ekki peningar sem komu frá Danmörku og það voru bandaríski verktakar sem komu inn. Þannig að bandaríkjumenn eru með miklu dýpri og breiðari þekkingu í að byggja upp samfélagana heldur en Danir hafa. Fyrir utan þetta hernaðamáttin í að verja þetta. Eldur, verðu hendur þínar? Já, sko, leyfismálin í námuminnslunni eru mjög skýr. Við sækjum leyfi og
þurfum að standa straum á kostnaði og svo er auðlindagjald upp á 2,5% sem við borgum fyrir hverja selda únsu og svo þetta skattar og annað slíkt. Og svo allt sem við byggjum, það þurfum við að gera sjálf. Við fáum enga aðstoð eins og hérna á Íslandi. Það enginn sem byggir veg fyrir okkur, það byggir enginn hafnir fyrir okkur, það byggir enginn brýr fyrir okkur. Við byggjum okkar eigin orkuver, við gerum allt. Flytjum fólkið inn, við kunnum að reka flugfélag, skipafélag, allt. Og þess vegna hafi okkur verið gagnrýndi fyrir að segja af hverju eru þið með þjónustufélag og vassaflorkufélag. Það er að því við þurfum að gera allt. Og svo þegar við erum búin að gera allt þetta, þá leggjum við upp undir $10 milljónir inn á reikning grænlenskra stjórnvalda, svo þau hafi tryggingu fyrir því að ef að við myndum ekki standa við okkar gerða skuldbindingar, segjum fara á hausinn, þá myndum þau sækja þann pening og loka öllu svæðinu og þeir eru skilið nákvæmlega eftir eins og að gengið að því. Og þetta hafa allir markaðir í heiminum, hlutabréfamarkaðir, Bandaríkjunum, Danmörku, London, Ástralíu, samþykkt. Og við skoðaðum lögfræðingum alla, þegar við höfum verið að sækja fé og annað slíkt, þá eru allir þessi lögfræðingur og alls konar hlutabréfamarkaðir þegar þeir eru að átta sig á því að allt sem við erum að gera sé standi svo stafar á bók og sé fjárfestanlegt. Þannig að við erum mjög lukkuleg með það að þetta er nýr geiri og að mörguleiti erum við svolítið eins og álgerin var hérna á Íslandi. Við föllum svolítið inn í þann enda, en sjávarútvegurinn hefur verið svona meira þeirra hjartansmála því það er það sem þeir eru að gera og hefur tekið svona lengri tíma og hefur ekki verið svona samskonar auðvitað eins og við erum að vinna undir. Næstu spurningar takmarkast við einn af viðmælendunum hér enn framar í salnum. Ég svo ljótt að sagja sko, en hvað er grænlenska fólki að græða á ykkur stað? Hvað er grænlenska fólkið að græða á ykkur eldur? Ég vil fá Indriða Þorláksson til að fara yfir þessi skattamál. Nei, mér er ljúft að skipta svara þessu. Sko, fjárfestingin, já, bara í námunni er svona, já, ég er svo lengi að skipta $200 milljónir, alltaf ekki 30 milljarðar íslenski. Og ef við byrjum á, við höfum verið meira en 50% af starfsfólkinu okkar hefur verið grænlenskt, bara sem við borgað beint og þau auðvitað borga sína skatta og svo framvegis. Það hafa meir en 20 fyrirtæki orðið til í kringu starfsemi okkar. Þetta eru þyrlufyrirtæki, bátafyrirtæki, verktakafyrirtæki og svo framvegis vélsmiður og annað slíkt sem eru mjög blómleg. Skatttekjur í Suður-Grænlandi hafa verið vaxandi, það hefur verið fólksfjölgun á Suður-Grænlandi og ofan á þetta að þá borgum við lágmarksskatt fyrir að halda leyfinu, þar að segja fyrir hverja únsu sem við seljum, þá borgum við 2,5% auðlindagjald fyrir hverja únsu. Nú þegar við erum komin í hagnað sem við erum í ár og borgum hagnað, ef við erum ekki farið áfram til ára, þá borgum við líka auðvitað bara fyrirtækjaskatt og skattavarðana slíkt. Þannig að þetta er allt mjög skýrt og verður þetta er sá geiri sem mun koma í staðinn fyrir þennan styrk sem kemur frá Grænlandi, að því að við getum borgað góð laun, við erum að borga fólkinu okkar mjög góð laun og bónusa. Ferðaþjónustan getur það ekki til að byrja með. Hún þarf á því að halda að við byggjum upp bakbeinið þess að gera, alveg svo álverin byrjuði þá hérna í Íslandi eða sjávarútvegurinn og svo getur við byggt ferðaþjónustu ofan á það. Þannig að þetta er algjörlega nauðsynlegt og þetta vita allir, Svíþjóð, bakbeinið þeirra efnahag, mæning, svo er byggt annað ofan á. Sama í Noregi, sama á Íslandi, þannig að þetta verður gríðarlega mikilvægt að koma að þessu staða. Ótrúlega hvernig kapitalismin virkar. Lýgilegt. Ein spurning enn hér, við erum hér á hinum vagnum, gjörðu svo vel. Spurningin er, geta Grænlendingar staðið á eigin fótum, þurfa þeir ekki á dönunum að halda? Heiðar? Já, það er þjóðarframleiðsla á Grænlandi er $2,5 milljarður og styrkurinn sem kemur frá dönum er svona $600 milljónir. Ef þeim tekst að finna olíu í þeim mæli sem talið er núna í borunum í sumar, að þá eru heildartekjur af því á hverju einasta ári fyrir Grænland 2-3 sinnum þjóðarframleiðsla, bara tekjurnar, bara hreinar tekjur af þessar olíuvinnslu sem væri í 30 ár og þeir myndu þar með geta byggt upp olíusjóð sem væri mun stærri
per capita heldur en norðmenn eru með. En eins og ég nefndi áðan og eldur að verða eitt stærsti skattgreiðandinn þarna, það eru fleiri verkefni í gangi sem eru mjög stór þannig að það hillir alveg undir það að þeir verði efnahagslega sjálfstæðir. Þetta er 600 milljónir dollara og það er nú mikið af þessum danska styrk, hann rennur aftur óbeint til Danmerkur. Bróðir minn yfirlæknir hérna á Hálsnef og Eyrnadildinni, Landspítalanum. Þeir senda alltaf lækna til Grænlands til að framkvæma aðgerðir. Danir vildu taka það yfir. Þannig að sjúklingarnir í staðis að fljúga stutta leið til Íslands þurftu að fljúga til syðri Straumsfjarðar og svo í þotu til Danmerkur og allir sem ætluðu að fylgja þeim með eitthvað þurftu að taka miklu lengra og dýrara ferðalag. Þannig að Danir eru svolítið að fá þetta, setja þetta úr einum vasa í annan. Og þannig að þó þetta sé að borði 600 milljónir dollara þá er þetta nettó fyrir ríkið ekki 600 milljónir dollara. Þannig að þeir eru mjög nálægt í að vera efnahagslega sjálfstæðir. Það voru margir sem að trúðu því ekki að Ísland gæti verið sjálfstætt árið 1944 og því miður eru ennþá til Íslendingar sem trúa því. Það er svo gaman ef að taka eina spurningu enn, hún verður að vera mjög góð, hún er hérna niður í salnum. Hér kemur spurning þessa fágætu málma, tala skítugan iðnað, námiðiðnaðurinn sem að margir hafa hornið síðun á, er list með uppsiloni fyrir því á Norðurlöndum að standa í slíkri starfsemi í okkar lögsögu. Það er alveg rétt að þetta hefur verið mjög erfitt að fá leyfi í Evrópu og Norðurlöndum fyrir nýjum námum. Það hefur verið akkillesarhællinn í því að fá sjálfstæði frá Kína. Svo er það spurning hvað er skítut og hvað ekki skítut sko, því að það er vissulega mikið að námum í heiminum eru mjög gamlar og þú eru kannski byggðar á þeim tíma, þá eru aðra forsendur. Góða við námunar í Grænlandi í dag að þær eru nýjar, þannig að það eru allir bestu standardir sem þú finnur sem þú setur upp. Það er betra að fá leyfi í Grænlandi, út sneggra að fá leyfi af því að þú ert að byggja á stað þar sem er stuðningu fyrir þetta, allir flokkar eru tilbúinir að styðja við þetta og þetta er gert á sem bestan hátt. En vandamálin er alveg rétt hjá þér af því að það er litið á þetta sem oft sem, hvað kallað það skítugan inn að þá vilja Norðurlönd og Evrópa ekki byggja slíka námur eða nýja námur í sín megin bakari. Og það hefur gert það verkum að við orðið svona mikið eftir á. En það er rosalega mikið hræsni því auðvitað, því að við notum þetta hérna í þessum víkafórunum öllu slíku og að þú vilt gera þetta einhvers stað, þá viltu gera þetta undir regluverki sem er eins og upplugt eins og er til dæmis í Grænlandi. Gott svar. Nú er að koma að lokum formlegra dagskrá, við hefum nú sem betur fyrir að venjast í á þessum samkomum okkar að sitja eða standa og spjalla áfram að lokinni formlegri dagskrá. Ég hvet ykkur til að gera það. Áður en ég sleppi ykkur hins vegar á barinn, þá vil ég nefna það að, og það er ekki tilviljun, að núna í aprílmánuði þá tökum við fyrir eitt af öndvegisverkum heimspekibókmenntana, Frelsið eftir John Stuart Mill. Það er fyrirbæri sem við þurfum að velta fyrir okkur og ég veit að þeir eru mörg sem hafið lesið þessa bók nú þegar, oft á unga aldri sem við höfum kynst þessu fyrst. Þetta er hins vegar eitt af þeim verkum sem þarf að lesa reglulega og maður fær nýjan vinkil á það og þetta er verk sem að hefur sannarlega breytt gangi heimsmálana. Og ég mun í byrjun maí, þegar að það hægir aðeins á í umfjöllun eða yfirreið minni landsbyggðina varðandi sveitarstjórnarmálin, að þá mun ég setjast niður með Dr. Hannes Hólmsteini Gissurarsyni og fjalla þessa bók. Hann skrifaði hana sannlega ekki en það má stundum, það mætti halda það og hann gjörþekkir verkið og þessi áhrif sem ég nefni og ég hvet ykkur til að fylgjast með því. Ég vil líka nefna að þessi bókaklúbbur okkar, hann hefði aldrei orðið að veruleika nema vegna samstarfs okkar við mjög öflug fyrirtæki sem hafa veitt okkur stuðning til þess. Það eru fyrirtækin Keresis, Brim, Samsung og Pennin. Og þau eiga mikinn heiðurskilið fyrir að hafa haft trú á þessu verkefni og við erum þeim þakklátt fyrir þetta samstarf og við skulum gefa þeim gott klapp. En síðast en ekki allra síst
þá þetta full ástæða til þess að klappa fyrir og þakka þessum frábæru mönnum sem að hafa deilt með okkur bæði reynslu og þekkingu á þessu magnaða landi sem Grænlandi er. Þeir eru, þetta er ekki skjall, þeir eru dæmi menn sem að munar það munar þá bæði fyrir Ísland en það munar líka þá fyrir Grænland og það er gott til þess að vita. Gefum þau gott klapp.